Frásögn sú sem hér fyrir á eftir fjallar aðalega samskipti okkar Steindórs Einarssonar, þessi rak hina viðkunnu bifreiðastöð Steindórs hér í borg af sinni alkunnu stjórnsemi og stórhug. Samskipti okkar Steindórs urðu aldrei stórvægileg en að vissu leyti athyglisverð. Hófust þau á árinu 1937 vegna smá atviks. Var ég þá eitt sinn á leið suður í Hafnarfjörð að vetrarlagi í fögru veðri en snjóbreiða lá yfir leiðina til Hafnarfjarðar. Fann ég þá bílliftara tjakk sem lá á snjóskafli á Kópavogshálsi. Var þetta stór vökvatjakkur rauður að lit. Það sem ég hugðist reyna að koma honum til skila ef réttur eigandi fyndist, hringdi ég í nokkra sérleyfishafa þar á meðal í Steindór Einarsson. Hann bað hann mig að koma með tjakkin og lofa sér að sjá hann. Ég fór með tjakkin inn á afgreiðslu til hans og lét hann þar á gólfið. Þarna stóðu þeir báðir virðulegir, hvor á sínu stað, tjakkurinn á gólfinu, fagurauður á litin og Steindór innan við afgreiðsluborðið og mændi á tjakkin þangað til hann segir: Þetta er nákvæmlega sama gerðin og í öllum mínum kökum, rútubílum, og hefur einhver ökum að skepnan týnt honum á þess að segja mig frá því. Hvað viltu hafa í fundalaun? Því svaraði ég á þessa leið: Ég vil hvorki taka við fundalaunum né afhenda þér tjakkin nema þú sért vissum að þú eigir hann. Og þar sem hann er ómertur getur raunverulega enginn helga sér hann. Steindór svarar: Ég á tjakkin og býð þér 15 krónur í fundalaun, viltu ganga að því? Ég geng að því úr því að þú ert sannfærður að þú sést rétti eigandinn. Ég nenni heldur ekki að vera að þvælast með hann fram og aftur. Svaraði ég, leið rétti hann mér 15 krónur en ég kvaddi og gekk út. Ég var naumast komin húslengd í burtu þegar að Steindór kom út og kallaði á eftir mér eftirfarandi orð: Amma skal ég segja þér það, maður minn, að mér enginn þarf ég að vera að hirða þjófstóli drasl hvorki frá þér í öðrum. Að svo mæltu þautaninn aftur, skellti á eftir sér hurðinni og líkt og hann byggist við árás. Ég sem hafði lokið viðskiptunum stóð að sjálfsögðu varnarlaus fyrir þessari ádrepu en hugsaði honum þegjandi þörfina ef tækifæri gæfist þó seinna yrði. Á þessum árum ríkti eins konar kaldastríð milli bifreiðastöðvar Steindórs annars vegar og hinnastöðvana allra til samans hins vegar. Var það aðalega vegna flutnings á erlendu ferðafólki sem kom hingað á sumrum með lystiskipunum. Hér í Reykjavík voru þá starfandi eftirtaldar bifreiðastöðvar: Bifreiðastöð Steindórs, BSR, Hekla, Litla-bílstöðin, Aðalstöðin, BSI, Bifröst og Geysir. Ýmsar smástöðvar höfðu þá áður starfað hér en í borgan lognast út af. Man ég nöfn nokkru að þeirra svo sem bifreiðastöð Magnúsar Skaftfeld, Nýja bifreiðastöðin, Hringurinn, Bíllinn, Örinn og Karaoke. Árið 1943 sameinuðust margir bifreiðastjórar kaup á Geysisstöðinni og stofnuðu upp úr henni bifreiðastöðina Hreyfil sem nú er stærsta og fjölmennasta bifreiðastöð landsins svo sem kunnugt er. Eins og gefur að skilja var oft deyfð yfir atvinnunni hjá öllum þessum bifreiðastöðum á kreppu árunum fyrir stríð. Ökugjaldið ekki hátt, því margir buðu hér niður fyrir annan ef utanbæjarferð var að ræða. Þótti það því ekki lítill fengur að komast í túristakeysluna sem talin var sem hreinn kaldreki á fjörur leigubílstjóra. Þessi kaldreki fannst þó mörgum bílstjórum lenda of á fjörum Steindórs
sem hafði sína umboðsmenn til að stjórna því þannig að hann fengi síst minni hluta af þeirri vinnu en hinar stöðvanar allar til samans. Á þessum árum var bílstjórafélagið í heild orðið sem virkt stéttarfélag. Var þá formaður þess Sæmundur Ólafsson, sá seinna varð útgerðarmaður og hreppsnefndarmaður með meiru vestur á Bíldudal. Reyndi hann með sinni alkunnu lægni að semja við Steindór að hinar stöðvarnar fengju sinn réttmæta hluta af þessari vinnu. Steindór, sem auðvitað ekki vildi missa bita úr sínum aski, afsakaði þessar framkvæmdir með því að allt skipulag þeirra ferða væri fyrirfram ákveðið fólki legði á stað í ferðina. Þar á meðal að hér í Reykjavík eru hans bílar fyrst og fremst notaðir til að flytja fólkið í ýmsar áttir, svo sem á Þingvöll, að Gullfossi og Geysi og víðar. Eitt sinn þeir ræddu þessi mál, svaraði Steindór Sæmundi með eftirfarandi dæmisögu. Þetta mjög líkt og að maður komi inn í kjötbúð og segist alltaf að kaupa kjöt í matinn, en kaupmaður segir við hann: í dag getur þú ekki kjöt, í dag getur þú skötu. Hvað kemur til þess, spyr mannauminginn? Það vegna þess að skötuveiðarinn það líka lifa. Þrátt fyrir svona orðaskag tókst Sæmundi ofta mikið skapsmunni Steindórs, gagnvart samfélaginu og koma þannig á meiri jöfnuði á þessu vinnumarkaði. Það var á árunum 1940–41 að stór bílakaup átt sér stað hér á landi. Var það að ræða bílasendingur sem fara átti til Ísrael, en af styrjaldar ástæðum dagaði farmurinn uppi hér í Reykjavík. Voru þetta Dodds fólksflutningabílar smíða áru 1940, eitthvað á annað hundraðtalsins. Íslenska ríkisstjórnin keypti bílana og lét úthluta þeim til þeirra sem talið var að mesta þörf hefðu fyrir þá og reyndust þar þurfamennir margir. Verð bílana til kaupenda var krónur 8.300, myndi svo upphæð ekki þykja há í dag. Bílarnir komu ósamansettir og fór samsetning þeirra fram á verkstæði Egils Vilhjálmssonar, reyndust þessir bílar vel. Vegna þess að ég var einn þeirra sem vann við samsetningu bílana, tók ég að mér á eftir að herða þá upp fyrir marga, þar á meðal fyrir bifreiðastöð Steindórs. En sú stöð fékk 14 bíla úr sendingunni. Var það Sigurður Steindórsson sem réði mig í það verk. Vann ég við það út í sumarblíðunni í sérleyfis bílaporti þeirra í Hafnarsæti. Bað Sigurður mig jafnframt að hlusta eftir hvort ég heyrði skrölt í þeim. Ég bjóð þá á hádegisvegi og notaði tækifæri til að fara í mat á þeim í hádeginu og hlusta á leið. Eftir að ég byrjaði á því tók ég eftir því að Steindór var farinn að standa við portirnar þegar ég ók þar út og inn. Ekkert sagði hann við mig í fyrstu, en sendi mér óhýst auga. Eftir þriðju ferð mína gengur hann til mín og segir: Hver hefur gefið þér leyfi til þess að fara á vögnunum í matmaður minn? Því svaraði ég á þessa leið: Það leyfi hef ég eiginlega gefið mér sjálfur, en Sigurður sonur þinn bað mig að herða þá upp og hlusta eftir skrölt í þeim. Þannig fannst mér einfaldast að nota minn matartíma bæði mér og ykkur í hag, því á þeirri leið nóg af holum í götunum. En getur þú bent mér á aðra aðferð við að hlusta eftir skrölt í þeim en að hreyfa þá skal ég að sjálfsögðu taka upp þá aðferð. Auk þess fyndist mér fróðlegt að kynnast þeirri aðferð. Sigurður verður að sjá fyrir því, svaraði hann og labbaði í burtu. Ekki urðu frekari árekstrar milli okkar Steindórs í bili, en ekki var ég búinn að gleyma tjakkmálinu og beið færis. Eftir að ég hafði yfirfarið alla bílana þeirra, bað Sigurður mig að keyra hjá þeim sumarið. Því neitaði ég vegna þess að ég var þá búinn að ráða mig sem bræðslumann á togarann Jón Ólafsson. Þann seinna á stríðsárunum týndist með manni og mús.
Aftur á móti bauð ég Sigurði að keyra hjá þeim næstu 3 helgar ef hann vildi, því togarinn var þá nýfarinn á veiðar og var áætlað að hann kæmi úr siglingu eftir 3 vikur. Gekk Sigurður að þessu og hóf ég aksturinn næstu helgi þar frá. Það var eitt sunnudagskvöldið ég mikið var að gera, að ég rendi upp að stöðinni sem þá var bíllaus, en Steindór stóð þar úti fyrir með fólk sem beið eftir að fá næsta bíl. Leið kom fram í huga minn gamla tjakkaævintýrið og nú væri tækifæri til að yfirganga kallinn. Ég steig rólega út úr bílnum. Í því kalla Steindór til mín og segir: "Þú þarna maður, farðu með þetta fólk." Ég svara: "Þú getur sjálfur farið með það mín vegna. Þú skipar mér hvorki eitt né annað, ég hef aldrei ráðið mig hjá þér og mun aldrei gera. Og meðan ég ekki vistráðin hjá þér áttu erfiðara með að þjófkenna mig. Þið getur rekið mig strax ef ykkur sýnist, því mér skítsama, en nú ætla ég í mat þar sem klukkan fann að ganga 9. Steindór eins og kiftist við, snar stansaði, glafti á mig góða stund, en segir síðan: "Ég verð nú að segja það ég óvanu að fá svona tilsvör frá ökumönnunum þó þið sé ekki fallið að éta klukkan 8 á sunnudagskvöldi þegar mikið að gera." Ég svara: "Ekki efast ég sannleiksgildi þessara orða þinna og þess vegna hef ég ennþá meiri ánægju af að lofa þér að sjá að til eru menn sem ekki haga sér eins og barðir hundar með skottið á milli lappana að þrælsótta ef þið sjá þig." Í stað þess að reiðast þessari ádreipum minni sem ég hafði búist við, var Steindór allt í einu hinn auðmjúkasti og segir: "Annars skal ég segja þig það, væni minn, að það alls ekki mín sök að þú hefur ekki fengið matatíma. Því það eru afgreiðslumennir sem auðvitað áttu að sjá það og það eru þeir sem eiga að skamma sín. En taktu nú þarna tíkina mína, væni minn, og farðu á henni mat og taktu þér góðan matatíma. Vagninn skal vera hér tilbúin þegar þú kemur aftur." Ég gerði sem hann sagði mér, því með þessari samræðu fannst mér að við hefðum gert upp okkar sakir á eins mannlegan hátt og efni stóðu til. Það sem eftir var ráðningatíma míns hjá Steindórstöðinni virtist ég í hávegum hafður af Steindóri að öllum líkindum fyrir ósvífni mína. Frásögn